virðulega samkoma. Winston Churchill sagði einhvern tímann, það lítill vandi að tala í klukkutíma en það getur verið erfitt að tala í 10 mínútur. Sem betur fer hef ég aldrei verið ritstjóri. Ég hef aðeins verið útgefandi og ég ætla að reyna að takmarka mig við þann tíma sem ég var áætlaður hér 10 mínútur. Það má segja að ég hafi alist upp með Eyrúnu. Við vorum nú reyndar að ræða hérna félagarnir áðan hvenær Eyrún var raunverulega stofnuð. Við vorum 3 með þetta og við vorum við sammála. Hvort það var 44, 45, 46 eða 47, látum það ósagt. Ég hélt að það væri 47 og Eyrún væri því 70 á þessu ári, en sennilega hún aðeins eldri. Aftur móti árin mín með Eyrúnu orðin 70. Því þegar ég svona 5-6 ára að byrja að draga til stafs og stauta, það vantaði pappír. Og hvert fór maður þá? Jú, maður sníkti tuskur hjá mömmu og stafnarbrókum að pappa og röltuðust í Eyrúnu og fékk ómælt magn af renningum til þess að rissa á og teikna. En flest kannski vitið að prentsmiðjan þurfti mikið á tuskum að halda til þess að þrífa prentstensla. Þegar ég svo færður milli bekkja, 10 ára gamall og lendi í bekk hjá Vigfúsi Ólafssyni, þá verður sessulautur minn, Haraldur nokkur Gíslason, og tókst með okkur góð vinátta sem stendur enn. Og þá komst ég nú heldur betur í feitt, því eins og við vitir Halli sonur Gísla eiga stofnanda að Eyrúnu og við fórum fljótt að launast inn í Eyrúnu bakdýra megin og vorum að vinna við prentverk. Ég, svona sennilega 11-12 ára, þá byrja ég að skera út í góldung, merki peyjafélaga í bænum og svo launaðust við Halli inn í prentsmiðju og rendum þessu gegnum prófarkapressuna á svona litaða tuskur og fyrsta merki sem ég skar út var Örn, fótboltafélagið Örn. En upplitið á okkur var heldur dapurt þegar við sáum að það var spegill. Ég hafði skorið merkið rétt í dúkinn og þar á lendi kom spegilprentun á tuskuna, en þetta var nú lagað. Svo líður tími og við erum eitthvað að snöfla fyrir utan prentsmiðjuna. Kemur prentsmiðjustjórinn nokkuð ábúðamikill og vill fá okkur inn til að ræða við okkur. Mikið lifandi sóskup og skelfing skulum við. Ég heldur að skolum við tölvöld meira en ég skelf núna. Og inn í kompun til hans og hann segir: strákar minni, ég veit að þið að sleppast hérna inn eftir vinnu. Hættið því, komið bara þegar ég og ég hjálp ykkur. Og þannig var nú Gunnar. Hann var einstaklega ljúfmenni, lífsglaður og ég held að hann var alltaf verið syngjandi þegar hann var að vinna. Það var gaman að sjá hann ljúka við sátur, það er að segja, hún setja í ramman allt blýið og hann lemur í það og hafði uppi ákveðna setningu sem ég ætla ekki að segja hér í þessa virðulegu samkomu. En eitt af því sem var, eiginlega martröð prentarans, það var að taka sátrið og bera það í prentvélina, því að stundum kom það fyrir að það hrundi úr rammanum og það var margra tíma að vinna orðin að engu. Gunnar var
mannblendi mjög og tók virkan þátt í samfélaginu. Hann var eins og kom fram hjá Arnari í bæjarstjórn. Hann var virkur í leikfélaginu og mér sérstaklega minnisstæð leiksýning sem hann lék í og hann sagði ekki eitt einasta orð í sýningunni. En til marks hæfni mannsins að í hvert skipti sem hann kom inn á sínu, þá stal hann sýningunni. Hreyfingar, augnagotur og annað var þess eðlis að allir voru gáttaðir. Hann starfaði líka mikið í félagsmálum og var bæði virkur í Akurges og Oddfjöró. Það var einhver seiðmögnu lykt í eyrunu austur við Heimagötu. Fór það saman einmyrjar af bráðnuðu blýi og þung lykt af prentsvertu og hreinsiefnum. En í eyrunu til 73 var stunduð þessi hefðbundna prentvinna, það að segja blý var frætt og haft bráðin í setjaravél og meginefni sett á setjaravél, en allar auglýsingar sem ekki voru á prentmynd eða glysju, þar voru einfaldlega handsettar. Það var bara skúffur með letri og svo röðuðu þeir einum staf og mynduðu textan. Það skemmtilega við blýsetninguna var að maður gat tekið smá spalta úr í blaðútgáfu og smellt ykkur öðru inn án þess að þurfa að vinna allt blaðið upp og nýtt. Og þar lékum okkur að því að setja svona kannski svolítið kvikindislega texta ef ykkur átti afmæli, prentaði 2-3 eintök og laumaði þessu blaði inn á borð til viðkomandi og sjaldan við mikla hrifningu. Og verð ég að segja ykkur til dæmis eina sögu í þessu sambandi. Ég var búinn að gera þetta nokkuð oft á þessum 32 árum sem ég var útgefandi af dagskrá og hrekkti þar góður minn Eirík heitinn Guðnason svolítið illa, en það fór vel í máans Einar Val og þegar að koma því að helga nokkur jól vinkona okkar allra átti merkisamali í Vendum. Þá hnippti hún í mig eitthvað mánuði áður en þetta átti að gerast þegar ég kom með blaðið upp á sjúkrahús. Komdu hérna fyrir bliðitt og það var að tala við þig. Skal láta þig vita það að ef þú birtir nafnið mitt þegar ég á afmæli á næstunni, þá sker ég þér hausinn. Þetta var jólingurinn Helga Jól og ég lá nú þarna einu sinni á sjúkrahúsinu og ljúfari manneskja var ekki til. En hvað það, rakkarinn Einar Valur hefur samband, gerðu nú smá grikk, settu nú smá klausum hana Helgu og við smiklum blaðinu inn á sjúkrahús. Og auðvitað var ég til í þetta. Eitthvað 3 blöð sem voru prentuð og eitt fyrir upp á sjúkrahús og Einar Valur sér til þess að það lendir inn á borði hjá Helgu og hann fylgist með henni og hann sér hana fyrst bara hvítna og stirna og svo blússar hún upp og tvinnaði svoleiðis saman sem ég hef ekki eftir. En hann spyr, hvað er það Helga mín? Og þá kom náttúrulega vel tvinnað. Hvað? Stendur þetta í blaðinu? Þetta stendur ekki í mínu blaði og það stendur hér, sagði Helga, já, þetta stendur ekki í mínu, sjáðu, og helvíti svíflið. Og þá var það búið. En þetta var nú svona það sem var gaman að gera. Ég á nokkrum mínútur eftir þetta, það ekki, Kári minn? Já,
Þá ætla ég nú svona að tína hérna til bara því að það rétt að það sé í minni starfsmenn í Eyrúnu, það að segja fagmenn að mestu leyti. Ég man nú ekki eftir Haraldi Guðmundssyni sem var í Eyrúnu, en hann var kenndur við tónlist og flutti austur á Neskaupstað, held ég hafi verið. Þar var einnig Jón Kristjánsson frá Kirkjubóli, Ingólfur Guðmundsson, hann var komið eitthvað eins og tvisvar þarna inn til starfa. Gylfi Gunnarsson, sonur Gunnars prentara, hann lærði. Síðan koma í röð hérna Guðlaugur Sigurðsson, sem áður hefur verið nefndur hér, sem og Gísli Valtýsson, sem hér með okkur. Þeir læra báðir hjá Gunnari. Óskar Ólafsson, þú lærði hjá Hafsteini Frænda, var það ekki klárar? Já. Nú, Ylli Gunnarsson, móðir Torfa og Áka, hún vann þarna í Prestmiðjunni þegar ég var að slæpast þar og þar voru hlutirnir í röð og reglu og hún sá lagerinn á afskurðunum og afgreiddi krakkan í bænum með ræningar. Nú, en merkur maður, þeir eru margir merkilegir sem hafa komið í Eyrúnu, þar á meðal Steinar nokkur Sigurjónsson stórskáld. Maður sem fór frá konu og börnum upp á Akranesi og einsetti sér að verða skáld. Hann kom hér til Eyja og vann í Prestmiðjunni og það þótti góður siður að kynna unga og efnilega menn fyrir fyrirmönnum staðarins og Ási í bæ tók að sér að fara með Steinar til sóknarprestsins séra Halldórs. Þeir voru eitthvað góð glaðir, þeir voru búin að rölta þarna suður eftir, en Halldór tekur þeim vel eins og öllum og það dekka borð og skáldið byrjar að lesa úr verkum sínum og honum finnst sóknarprestur lítið taka undir svo að hann þrífur í dúkinn á borðinu og þeytur öllu á gólfið og allt mölvast. Þá kallað séra Halldór: Mamma, mamma, komdu með sparistellið, maðurinn er skáld. Nú, það verður tíma út í Eyrúnu eins og hjá mörgum 73 og þar fyrir nánast allt undir og brennur og 74 Prestmiðjan inn á Hlíðavegi þar sem hún stendur enn og Gunnar hætti fljótlega eða hvað 78 hvínar ég sem Prestmiðjustjóri og flytur úr bænum og þá tekur Óskar vinur minn Ólafsson við. Hann mundleitist að vera Prestmiðjustjóri, hann vildi bara vera prentari og ég held að ég geti fullyrt að Óskar vinur minn hann sé einn af fáumönnum hér á landi sem lærði allt prentverk. Allt prentverk eins og leikhúsi. Nú er allt saman orðnir sérfræðingar, nú er bara einn sem gerir bara filmur eða einn sem gerir bara plötur. En Óskar hann var bæði með setninguna, vél og handsetningu og svo fór hann í gegnum allt offsetið sem var algjör bylting. Þegar Óskar lætur á störfum þá kemur Guðmundur Eyjólfsson úr Reykjavík og er þar nokkurn tíma. Starfsmenn sem voru þarna voru til þess sem eru minnistæðir eru Ágústsson, mágur Óskars, Ágúst Guðmundsson, gamall vestmanningur og bróðir Hafsteins sem Óskar mun tala hér á eftir. Ómar Ólafsson var hér starfandi. En, jú, hérna var, ég myndist á Ylli, hún var austur frá, hún fór aldrei á Hlíðavegi, en þar var Ásta Bjartnars eftir Ólafur á Skuld. Síðustu nemarnir í prentverki í Eyrúnu voru Sveinn Tómasson,
og Vilhjálmur Garðarsson. Núverandi framkvæmdastjóri Eyrúnar Gísli, barnabarn Gísli Hjartarson. Ég held ég sé búinn með tímann og sirka aðeins. Ég hefði getað talað í 70 mínútur eða lengur, en kannski kemur sá tími. Takk.